Sestur hérna hjá mér Gylfi Arnbjörnsson, forseti ASÍ. Við ætlum að ræða aðeins stöðuna á verkalýðshreyfingunni. Velkomin Gylfi. Takk fyrir það. Ég held að sé alveg ljóst að það sé megi kalla þetta ólgu innan verkalýðshreyfingarinnar. Þú náttúrulega hefur verið í þessu lengi en svona ég og mín kynslóð og þau sem yngri eru, við vorum sem sagt börn eða ófædd þegar þjóðarsáttin var gerð og ég man ekki til þess að svona ágreiningur og ósætti hafa verið uppi bara í minni tíð. Hvernig skýrirðu þessa það sem ég vil kalla ólgu og hvernig er svona þín upplifun af þessu sem forseti ASÍ? Já, ég held að sumarleyti getum við sagt að áhrif hrunsins sé kannski birtast hjá okkur í verkalýðshreyfingunni. Það er þetta ekkert nýlunda í sjálfu sér þó að það kannski verið kerið einhvern tíma þá bæði þjóðarsáttina og reyndar fyrir í okkar verkalýðssögu hafa menn tekist á baráttuaðferðir. Og það er þetta bara held ég vel. Við erum þetta hreyfing sem að nærist á hugsjón og hjartalagi og ekkert að því að yngri kynslóð komi fram og vilji svona slá í drömburnar og brýna okkur og ég held að í því felist mjög mikilvægt aðhald. Það að gerist núna, við reyndar við þar aðstæður að ég hefði frekar viljað sjá okkur, tala okkur inn í samstöðu, eins og við erum að glíma við bara mjög óvenjulegar aðstæður og framundan eru mjög mikil verkefni sem við þurfum að vinna og þau verkefni held ég við vinnum bara saman. Já. Þannig ég hef svolítið ágjörð því líka að þetta svona, já við höfum haft okkar sigra minnst okkur í samstöðinni en ekki í sundrungunni. Nei. Sko þessi ólga svona virðist alltaf persónu gera svolítið í þér og formanni VFR Ragnari Þór Ingólfssyni. Síðan kemur núna þessi baráttu innan Eflingar sem við höfum ekki séð áður, Sólveig Anna að bjóða sig þar fram og hún svona kallar eftir markvissi, róttækri og herskárri stéttabaráttu. Ertu ósammála því að þessi þörf á þessu og hafið þið sofnað á verðinum þegar kemur að einmitt svona róttækni? Nei, það til ekki vera. Ég get lítið tjá mig afstöðu Ragnars Þórs til mín persónulega. Það er ekkert nýtt. Hann tvisvar búið sér fram gegn mér á þingi og ekkert því að segja sjálfur sér. Ég hef verið að kalla svolítið eftir því hvaða málefni það sem við erum að glíma við og er ykkur ágrunum ykkur þau og ég verð ekki alveg var við það. Ég var bara viðurkenna það, þannig ég er ekki alveg að skilja það. Varðandi eins og róttæknina, jú það er alveg rétt að það eru skipta skoðanir í okkar hreyfingu. Það er líka skipta skoðanir innan okkar aðildarfélaga hvaða baráttuaðferð er best. Men má ekki gleyma því að þessi kjarasamningar sem við erum að vinna með núna sem Alþýðusambandið sjálfsög gerði ekki það eru aðildarfélögin sem gera kjarasamninga en ekki ASÍ. Okkar verkefni er þá að leiða saman hestana þegar það er hægt. Það tókst ekki 2015 og 2015 var samið degi eða 2 dögum fyrir upphaf verkfall, þannig að Efling boðaði verkfall við þessa samninga og náði þess árangri sem að fólst í því að kaupmáttur launa og sérstaklega kaupmáttur lægstu launa hefur vaxið hér meira. Það er ekki bara Íslandsmet, það er náttúrulega bara alveg heimsmet hvað þau tekist á að lyfta kjörunum. Þannig að ásökunin á forystu Eflingar í þessu leyti, eða VFR, við þessar aðstæður náðist niðurstaðan einmitt með að beita dálítið herskárri aðferð en var gert áður. Sko hún Sólveig Anna frambjóðandinn talar í rauninu það að verkalýðsforystan hafi ekki virt hana og fólk í hennar stöðu viðlits. Ertu bara, hún er þarna ómenntaður leikskólastarfsmaður, ertu ósammála þessu? Já, nú skil ég alveg í sjálfri sér óþreyjuna, ég skil alveg væntingarnar og tel mjög mikilvægt að við hlustum eftir þessu. Þeir kjarasamningar sem við verðum að gera og ekki bara þessi kjarasamningur heldur síðastliðin 20 ár á vettvangi Alþýðusambandsins, nú er verkefnið aðildarfélaganna. En það hefur verið samstaða innan okkar að hækka betur lægstu laun heldur en meðallaun. Við erum bara að ná svo miklum árangri að gera þetta að bilið á milli lægstu launa og meðallauna á Íslandi er minna heldur en alla Evrópu. Okkur hefur tekið svo vel að gera þetta að til dæmis eru háskólamenn hjá ríkinu mjög ósáttir við þessa niðurstöðu. Þeir hafa bæði verið að framleiða myndbönd til að draga það fram að fólk á lægstu launum í Alþýðusambandinu sé allt of nálægt menntafólkinu. Þannig að við erum að gera þetta við dálítið erfiðar aðstæður í því að reyna að lyfta þessu lægstu launum sem okkur hefur tekist mjög vel. Það sem að hins vegar hefur gerst á sama tíma, sjáðu. Við erum sem búin að bæta lægstu launin mun meira en meðallaunin. Á sama tíma hafa stjórnvöld verið að skerða barnabætur, vaxtabætur
húsnæðisbætur, það er verið að lækka skattleysismörk hlutfallslega, þannig að það sem að verkalýðshreyfingin hefur lagt til málana, sem talsvert mikið lífskjarabati eða hefði átt að vera, hafa stjórnvöld þá nota lagið og skert á móti, þannig að þessir einstaklingar komi jafnvel lakar út heldur en meðaltal. En er það ekki En er það ásökun á verkalýðshreyfinguna? Já, mögulega. Ég meina viðsemjendurnir eru ríkið og þeir sem að setja taka ákvarðanir einmitt þetta sem þú ert að nefna, sko, vaxtabætur, húsnæðisbætur, barnabætur og svo framvegis og ef þetta bitnar svona á þessi fólki þá hlýtur, þið eru viðsemjendurnir, sko, og árangurinn af samræðum við stjórnvöld hlýtur að teljast ykkur annaðhvort til tekna eða öfugt. Já. Fyrst alveg þetta, við semjum við okkar gagnaðar sem eru atvinnurekendur. Við semjum með launabreitingar, við erum ekki Alþingi. Við erum ekki með meirihluta það hefur alltaf verið samt að það milli samt sem áður. En við erum að glíma við Alþingi, það er rétt það, sko. Okkur tókst í síðustu kjarasamningum að framkalla til dæmis breytingar í húsnæðismálum, tekur svolítið tíma að skipuleggja, en við erum sett að fara að byggja 1500 íbúðir í samstarfi BSRB hér á næstu árum. Það var mjög mikill árangur í því, en til þess að glíma við stjórnvöld, og það sem ég sagði áðan, við stöndum frammi fyrir mjög erfiðum málum meðal í samskiptum við stjórnvöld vegna þess að við þurfum að vinna þetta tilbaka. Alþýðusambandið hefur á hverju ári verið að vekja athygli á þessu, verið að gagnrýna fjárlög, gagnrýna Alþingi, en það sem er okkar vandi varðandi skattleysismörkin, það eru frumvörp sem ekki koma fram. Þau eru látin síga að verðgildi, þannig að það er mjög erfið barátta, það er mjög erfitt að móbilisera fólk það að því við erum ekki að mótmæla frumvarpi, við erum að mótmæla skorti á tillögu og ábyrgð stjórnmálanna. Þess vegna sagði ég þá áðan, ef við ætlum að tökum á þessu, þá þurfum við að efla samstöðuna innan Alþýðusambandsins og einbeita okkar að þessu. Málefnið er þarna, það er samstæðu málefnið, en síðan getur verið að við þurfum að finna leiðirnar. Og ég hef verið talsmaður þess að við þurfum að býta í. Við þurfum að láta stjórnvöld og atvinnurekendur finna fyrir því afli sem er eitthvað hreyfingu. En ég held það var gert síðast. Það er alveg ljóst að þessi samstæða sem þú ert að kalla eftir, hún er ekki til staðar og virðist vera miklu frekar klofningur. Ég meina, hversu mikið áfall væri það ef að VR til dæmis gengi út úr þessu samstæði? Þetta eru 20.000 félagsmanna. Já, ég ítreka það. Það er alveg ljóst að það verði mjög mikið áfall fyrir félagsmenn Alþýðusambandsins, þar með tali félagsmenn VR, vegna þess að með fullri virðingu fyrir starf VR, þá nær VR ekki að lyfta þessu verkefni eitt. Það þarf samstöðu innan Alþýðusambandsins, þannig að þau málefni sem að formaður VR hefur talað fyrir frá því að hann tók við, eru málefni sem kallar á það að vera með sterka samstöðu innan Alþýðusambandsins til að ná fram. Ef við klofnum eins og þarna gæti farið, þá er það auðvitað ávísun á það að ná ekki fram þessu verkefnum. Hefur áhyggjur að þetta muni ekki, að sama geti gerst þá mögulega í Eflingu og svo vitum við að ólgu á Akranesi náttúrulega, jafnvel Húsavík. Erum við að missa, eða sem sagt bara horfa á verkalýðshreyfingina sem við þekktan undanfarin ára kannski líðast í sundur jafnvel? Ég ætla bara að vona ekki, það er ekki alveg í mínum höndum, sko. Ég hef verið og talsmaður þess að það eigi að efla þessa samstöðu, en til þess að ná samstöðu í hreyfingu sem telur 120.000 manns með ólíka hagsmuni og ólíka skoðanir, þá er það viðfangsefni að vinna það með þeim hætti að við náum að finna okkur ykkur samlefnara, ykkur málefni sem getur sameinast Það gerum við gjarnan á þingum Alþýðusambandsins og síðan er það bæði miðstjórn Alþýðusambandsins og þeir 15 einstaklingar sem sitja í henni, en líka samninganefndir aðildarfélaganna sem í sínum samningum verða þá að fylgja eftir kröfunni. Og það hefur að minnsta kosti tekist. Ég er búin að vera í þessu verkefni í 10 ár. Ég var kosin í hruninu. Ég er ekkert óvanur því að það sé ólga innan minn raða. Ég vil ekki ganga svo langt að segja að sá klofningur hafi orðið. Við erum búin að gera æðimarga kjarasamninga. Þeir kjarasamningar hafa verið samþykktir fyrir utan eitt sem var felldur þarna í byrjun 2014 en síðan á endanum samþykktur. Þannig að það er þetta viðfangsefni síðan þinga okkar að fjalla forystuna, fjalla stefnuna. Og það er kosið, það er þing hjá ykkur væntanlega þá núna í haust. Það er í haust, já. Sko, ef við gefum okkur, ef að Sólveig Anna skildi vinna og hún er væntanlega sammála Ragnari Þór, hann hefur til dæmis sagt að ef hún vinni að þá sé þér ekki sætt lengur í embætti.
það eru rosalega margir og meiri hluti innan ASÍ, innan þessara tveggja félaga. Hafa þau styrk til þess að hreinlega fella þig á næsta þingi ef fer sem horfir? Já, nú ertu búin að gefa rosalega margu ef þarna í þessu. Nú hef ég engin afskipti sjálfur sér af kosningu innan okkar aðildarfélaga. Það bara viðfangsefni félagsmanna viðkomandi félags að velja sér forystu. Þeir síðan tilnefna inn á þing. Ég sjálfur úr VR og það búið að kjósa mig 5 sinnum sem ég tók við annað hvert ár. Ég get ekki kvartað við því, ég hafi ekki notið stuðnings. Sá stuðningur fór vaxandi og endanum var ég síðan sjálfkjörinn síðast. Hvort að ég fari fram næst, það eitthvað sem ég þarf að gera upp við mig og ég hef bara sagt það við mitt bakland. Ég ákveða gjarnan í júnímánuði hvort að ég gefi kostum mér vegna komandi þings. Og það þá bara eitthvað viðfangsefni sem ég þarf að setjast yfir og ég get ekki sagt það meira núna sko. En það ekki þannig að 2 formenn tveggja félaga mæti með öll atkvæðin sko. Það eru 80 eitthvað fulltrúar frá VR, það eru 60 eitthvað fulltrúar frá Eflingu. Ég búin að vinna með þessu fólki ekki bara í 10 ár sem forseti, heldur líka sem framkvæmdastjóri og sem hagfræðingur. Þannig að ég þekki alveg mæta vel aðstæður í þessum félögum. Og þú telur að segja það þannig ekki alveg klippt og skorið að allir þessir fulltrúar muni endilega fylgja? Nei, ég ítreka sko, það þessara fulltrúa og annara, það eru 300 manns á þingi Alþýðusambandsins sem að móta stefnu samtakana. Ég hef verið talsmaður umbóta, ég hef verið talsmaður þess að fara í þetta kannski ögnhægar, líta til Norðurlandana, vera með landvinning á hverju ári og forðast niðursveiflunar, forðast það að missa þetta frá okkur, eins og gerðist í hruninu. Ef síðan hreyfingin mótar eitthvað þá stefnu sem ég treysti mér ekki til að fylgja, þá hefur það áhrif á mitt val. Og að sjálfsögðu hlýtur það fólk að vilja hafa einhvern annan í stafni en fólk vil breyta stefnu. En er það ekki einmitt þessi ágreiningur, er ekki ágreiningur fyrst og síðast akkúrat þessa stefnu? Þetta sem að mætti jafnvel kalla svona hræðslubandalag milli verkalýðshreyfingarinnar og atvinnurekenda og ríkisins þetta höfrungalaup, launa og verðbólgu og svo framvegis sem að alltaf hefur verið einhvern veginn að passa. Ég kannast ekki við þetta bandalag sem þetta lýsa sko. Við erum bara búin að vera í einhverju verkefni verkalýðshreyfingin að reyna að glíma við það að ná tilbaka því sem við mistum í hruninu, að ná tilbaka kaupmætti og stöðu okkar fólks og okkur hefur tekist að gera það býsna vel. Kaupmáttur í dag ekki bara í sögulegu hámarki í Íslandi, miklu hærri en hann var fyrir hrun, heldur líka hefur við gert betur heldur en nokkurt annað land í Evrópu. Það ekki vegna þess að það hafi verið í einhverju bandalagi við atvinnurekendur, það vegna þess að okkur tókst að sannfæra og þrýsta á atvinnurekendur að gera þetta. Það tókst með verkfallshótunum síðast. Þannig að þetta ekki eitthvað heilagt bandalag gegn launafólki. Við erum einfaldlega að vinna fyrir hönd launafólks að reyna að koma þeirra réttindum á framfæri. Það svo margt annað sem við erum að glíma við síðan hér daglega, undirbúa vinnumarkaði, í stöðu erlendra verkamanna hér og svo framvegis, sem við erum að vinna í hérna daglega. Og í Guðanabænum farum við ekki að tala þetta sem eitthvað heilagt bandalag með atvinnurekendum gegn mínu fólki sko. Þannig það ekki og verður aldrei sko. Nei. Gylfi, kærar þakki fyrir komuna. Við komum hérna aftur að Öskumundsbæri.